Góðan daginn gott fólk, býð ykkur velkomin á 27. fund sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar sem haldin að þessu sinni í Stórutjarnaskóla. Áður en við göngum til dagskrár þá ætla ég að kanna hvort að einhverju athugasemdir eru fundarboð og svo ekki. Síðan er óskað eftir að 2 mál verði tekin fyrir með afbrigðum í dag. Í fyrra lagi þá er það erindi breytingu á deiliskipulagi við Olnbogaás og þau sem geta samþykkt að það verði tekið fyrir vinsamlega skefið merki og það er samþykkt samhljóða. Seinna málið er erindi ósk leigu á landi og þau sem geta samþykkt að það verði tekið fyrir vinsamlega skefið merki og það er samþykkt. Og þá göngum við til dagskrár. Fyrsti liður á dagskrá í dag er seinni umræða breytingar á samþykktum stjórn og fundarsköp Þingeyjarsveitar. Það sem að það hefur dregist að afla gagna frá ráðuneytinu varðandi ákveðna liði í nefndarkafla samþykktanna. Það leggir til að annarri umræðu verði frestað til næsta fundar og þeir sem geta samþykkt það vinsamlega skefið merki og það er samþykkt samhljóða. Takk. Annar liður á dagskránni í dag er í beinu framhaldi af breytingum á samþykktum stjórn og fundarsköp sveitarfélagsins og varðar breytingar á erindisbréfi fræðslu og velferðarnefndar og þar sem að við erum að fresta annarri umræðu á breytingum á samþykktunum að þá leggja til að við frestum einnig þessum öðrum dagskrárlið, tökum hann á sama fundi og við tökum aðra umræðu samþykktirnar og þeir sem geta samþykkt það, gefið merki og það er samþykkt samhljóða. Þriðji dagskrárliður að þar eru lagðar fyrir samþykktir Þingeyjarsveitar hundahald, annars vegar hundahald og hins vegar kattahald. Og orðið er laust, einhver sem vill taka til máls, gjörðu svo vel Jóna Björg. Já, oddviti. Ég held rétt að við reynum kannski aðeins að grunda þetta mál betur og ég legg til að við vísum þessu til umfjöllunar í nefnd viðeigandi fastanefnd sveitarfélagsins. Fleiri sem vilja Knútur, gjörðu svo vel. Oddviti, sveitarstjórnar fólk. Svo langt að fara, ég mun ekki koma oft upp í dag. Það er rétt, þetta er viðkvæmt og persónulegt mál sem og þarf að hunda mál. Þannig ég styð það að beina þessi nefnd. Ég ætla samt að nota tækifærið núna með leyfi oddvita að þakka sveitarstjórnar fólki bara ánægilegt samtal mál. Við vorum á fundi áðan undirbúningsfundi og það má vissulega deilum það hvort að ég að senda út beina útsendingar frá heitum umræðum eða greina svona frekar frá niðurstöðu mála eins og við erum að gera núna. En þetta er vissulega tækifæri samt til að koma fram sjónarmiðum og eitt af þessum sjónarmiðum er kannski mitt bara takk fyrir gott samtal. Nú brosti Jóna til mín. Takk. Takk fyrir þetta Knútur. Fleiri sem vilja taka til máls. Ég sé að þú far bros frá fleirum. Nú, það hafa ekki fleiri óskað til taka til máls og komin er fram tillaga að málinu verði vísað til fastanefndar, viðeigandi fastanefndar og þau sem geta samþykkt það, vinsamlega skefið merki. Og þá er það samþykkt og við munum taka málið upp síðar að lokinni skoðun nefndar. Fjórði dagskrárliður í dag þar er lagt fram boð á aðalfund Nýsköpunar sem framfer 2. júní næstkomandi
á Hótel Beraya Iceland Hotel Reynihlíð. Einhver sem vil taka því máls undir þeim lið? Svo ekki, þá eftirfarandi bókun lögð fram að sveitarstjórn felur oddvita að fara með umboð sveitarfélagsins á fundinum og þeir sem geta samþykkt það vinsamlega skefið merki og það samþykkt, takk. 5. dagskrárliður í dag var það tímabundna skipan í nefndir vegna leyfa frá sveitarstjórnarstörfum en á 24. fundi sveitarstjórnar var Eygló Sófusdóttir veitt tímabundi lausn frá störfum í sveitarstjórn til loka maí 24 og einhver sem að vill taka til máls undir þessu lið? Svo ekki, þá eftirfarandi lagt til að vegna tímabundis leyfis Eyglóar Sófusdóttur lögð fram eftirfarandi tillaga í skipun í nefndir á vegum sveitarfélagsins að aðalmaður í stjórn Hvamms dvalarheimilis aldraðra verði Knútur Emil Jónasson, varamaður í stjórn Þekkinganets Þingeyinga verði Ósk Helgadóttir, varamaður á aðalfund SSNE verði Haraldur Bóasson, varamaður í skipulagsnefnd verði Eyþór Kári Ingólfsson og varamaður á landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga verði einnig Eyþór Kári Ingólfsson. Og þeir sem geta samþykkt þessa tillögu vinsamlega skefið merki og hún samþykkt samhljóða. 7. liður á dagskrá í dag svæðisáætlun meðhöndlun úrgangs á Norðurlandi 2023 til 26, 36 afsakið og þetta tillaga til kynningar og samþykktar. Við höfum áður fjallað svæðisáætlunina sem hefur síðan farið í kynningu og umsögn til aðildarsveitarfélagana og síðan komin úr því ferli og hér til umsagnar og þeir sem vilja taka til máls. Jóna Björg, gjörðu svo vel. Já, takk átviti. Hérna að ræða ansi mikið plagg, 90 síður eða svo eins og þetta lítur út núna og hérna við höfum svona sum okkar eða flest okkar reynda að plæja ykkur gegnum þetta einhverju tímapunkti. Þarna að ræða stöðugreiningu sem reyndir að verða ansi úrelt af því að það eru opaslega mikla breytingar í farvatninu á sorp- og úrgangsmálum sveitarfélagana og verið að innleiða margt nýtt en enga síður held ég að þetta sé mikilvægt eða bara gagnlegt tæki sem að sveitarfélagin fá í hendur núna til þess að reyna að samræma og svona nýta það sem að aðrir hafa gert vel til þess að innleiða hjá sér og eins þetta til dæmis að við getum þá til dæmis nýtt okkar landshlutasamtök SSNE til þess að leiða okkar áfram og ná fram svona hagræði í þessum sorp- og úrgangsmálum okkar sveitarfélagana enda eru þau okkur oft ansið dýr. en það ég held að sé svona bjarti tíma framöndan og við erum að fara að innleiða þessa söfnun og lífrænum úrgangi og það margt gott og ég held að þetta geti verið gagnlegt tæki. Þannig ég legg til að við staðfestum þetta og svona reynum að nýta það sem við getum úr þessu 90 blaðsíðum. Takk fyrir það, Jóna. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki, þá vil ég nú leggja til að við tökum undir orð Jónu og samþykkjum fyrirliggjandi drög að svæðisáætlun meðhöndlun úrgangs á Norðurlandi fyrir 2023 til 2036 og þeir sem geta samþykkt það vinsamlega skefið merki. Það samþykkt samhljóða. 7. liður á dagskrá í dag umsagnarbeiðni frá sýslumanninum á Norðurlandi eystra þar sem óskað umsagnar sveitarfélagsins varðandi tækifærisleyfi Gunnlaugs Friðrikssonar vegna tónleikahalds. Orðið laust. Enginn sem að kveður sér hljóðs. En þetta sem sagt ræðir tónleikahald 2 kvöld í röð í júlí og tónleikarnir verið haldnir á Sunnukóli í Bárðardal. Þetta
bara heilt besta mál og skemmtilegt tækifæri fyrir okkur á svæðinu að hlusta á tónlist í skemmtilegu umhverfi og þeir sem geta samþykkt eftirfarandi bókun að sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við umbeðið leyfi vinsamlega skifið merki og það er samþykkt samhljóða. Næsti liður á dagskrá, þar er einnig erindi frá sýslumanninum á Norðurlandi eystra og það er tekin fyrir umsagnarbeiðni frá sýslumanninum á Norðurlandi eystra frá 8. maí síðastliðnum þar sem Betri Fasteignir EHF sækja leyfi til reksturs gististaðar í flokki 2C, minna gistiheimili í Lundskógi í Fnjóskadal. Þetta mál var á dagskrá hjá sveitarstjórn á 24. fundi sveitarstjórnar þann 11. maí síðastliðinn og er hér tekið upp að nýju. Orðið er laust ef einhver vil taka til máls. Knútur, gjörðu svo vel. Oddviti, sveitarstjórnar fólk. Það er að ræða rekstrarleyfi í frístundabyggð sem það sem ekki eru til staðar skilmálar sem að styðja við það, þannig að ég get ekki tekið jákvætt í það. Í framhaldi af þessu er kannski rétt að við tökum til skoðunar og að búa okkur til reglur þetta mál, gistingar í gististöðum innan sveitarfélagsins til að einfalda okkur þessar afgreiðslur en mín skoðun er svo að almennt innan frístundabyggða þá eigi þeir að fá að vera frístundabyggðir í friði. Takk. Takk, Knútur. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Arnór, gjörðu svo vel. Já, Oddviti, ég tek undir með Knúti að ég held við ættum að nota þetta tækifæri til þess að setja okkur reglur gistiþjónustu inn í frístundabyggðum og ég er sammála að mínum huga fer það ekki saman og það getur eiginlega ekki farið saman að vera með gistirekstur inn í skipulögðum frístundabyggðum en engu að síður til þess að einfalda málið þá þurfum við að setja okkur reglur þá er möguleiki fyrir skipulagsfulltrúa einfallega að afgreiða svona beiðni strax þannig við þurfum ekki að taka þetta í flókið ferli umsækjandi fær strax svar og það er ekki að velkjast í vafa það hver niðurstaðan er og við getum varið dýrmætum tíma okkar í annað. Takk. Takk, Arnór. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki, kannski bara taka það fram að ég tek undir með þeim báðum og tel mikilvægt í rauninu að við setjum okkur þessar vinnureglur. Við erum með aðalskipulag og við erum með deiliskipulag og svona leyfisveitingar þurfa að mínu mati alltaf og eiga að vera byggðar á okkar skipulagi en það myndi eins og kom fram áðan einfalda hlutina fyrir og ekki síður bara fyrir íbúa og þá sem er óska eftir þessum leifum að ef þessar reglur væri svona svolítið sýnilegar. En í framhaldi af umræðum þá vil ég leggja til eftirfarandi bókun sem hljóðar svo í aðalskipulagi Þingeyjarsveitar 2010 til 22, er ekki rétt, er fjallað frístundabyggð í landi Lundar F22 sem skiptist upp í 3 svæði, Lundskógur, Höfðabyggð og Stekkjabyggð. Gert er ráð fyrir 88 lóðum fyrir frístundahús auk svæðis fyrir smáhýsi og golfskála. Í deiliskipulagi sumarhúsalóða í landi Lundar frá árinu 1999 er lóðin Höfðabyggð 11A merkt á uppdrátt og vitnað í greinagerð sem ekki er aðgengilega á skipulagsvefsjá. Ekki er getið til heimild til gistireksturs í birtugögnum og ekki hafa fundist nein fordæmi útgáfu gistileyfa í frístundabyggð í landi Lundar. Þar sem ekki er að finna skýra skilmála heimild til gistireksturs í aðal- eða deiliskipulagi fyrir svæðið leggst sveitarstjórn gegn útgáfu rekstrarleyfisins. Og þeir sem geta samþykkt þessa bókun, við sannlega gefum merki þarum, og það er samþykkt samhljóða.
er það 9. liður, er það ekki rétt? Já, 9. liður á dagskrá. Þar eru lagðar fram til kynningar fundargerðir frá fundum númer 63 og 64 frá samtökum orkusveitafélaga frá 11. og 16. maí síðastliðin. Einhver sem vil taka til máls hér? Knútur, gjörðu svo vel. Oddviti, sveitarstjórnarfólk í samtök orkusveitafélaga, þar sem ég sitt í stjórn fyrir hönd Þingeyjarsveitar, hefur verið mjög virk á undanförnum mánuðum og kannski aðeins að fá hlaupa yfir það. Þetta verður svolítið til þegar Haraldur Þór Jónsson, oddviti Skeið og Gnúp, fer að skoða málið og þá fer að stað umræðum ágóða af virkjunum. Og ég hvet ykkur endilega, það var haldinn orkufundur 10. maí síðastliðinn og ég hvet ykkur endilega til þess að kíkja inn á síðu samtaka orkusveitafélaga. Þar er að finna upptökur af þessu fundi þar sem aðilar sem koma að orkuskiptum með einhverjum hætti, hvort sem það er Samorka eða Rarik eða fleiri, gera svona svolítið grein fyrir sinni stöðu á svolítið snaggaralegan og skemmtilegan hátt. En ég hvet ykkur endilega til að kynna ykkur það. Það sem við erum að tala núna er hins vegar eru fundargerðir til kynningar og það kemur til sögunar bókun sem að samtökin senda frá sér varðandi vindorku og nauðsyn þess að ígrunda gjaldtökur á þeim og eins að leggja áherslu á það við stjórnvöld að sveitarfélög fái að ekki verið gengið á skipulagsheimildir þeirra. Takk. Takk, Knútur. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki. Þá eru þessar fundargerðir hér með lagðar fram til kynningar. 10. dagskráliður. Þar eru lagðar fram til kynningar, lögð fram til kynningar. Fundargerð vorfundar almannavarnanefndar í umdæmi lögreglustjórans á Norðurlandi eystra. Einhver sem að vill taka til máls undir þeim lið? Svo er ekki. Hún er hér með lögð fram til kynningar. 11. liður á dagskráni í dag er erindi óskum leigu á landi úr jörðinni Kálfaströnd sem er í eigu sveitafélagsins. Má ég það svo stoppa þess? Já, og við ætlum að gerum örlítið hlé. Takk. Smá aðtúa sem bara við fyrirsögnuna sko. Já, það er sem sagt þessi 11. dagskráliður. Erindið er frá Halldóri Þorláki Sigurðssyni og hann hefur vikið að fundi núna klukkan 13:25. Það er sérst lagt fram bréf frá Halldóri Þorláki Sigurðssyni þar sem hann óskar eftir samningi nýtingu túna og beitar á Kálfaströnd 1. Hann óskar eftir að fá að slá og hirða miðaftans hól, beita vor og haust svæði sem markast í suðri frá vatni eftir miðri skálm og í norðri eftir streyti skarði í vatnið við ytri streit. Einhver sem að vill taka til máls hér? Knútur, gjörðu svo vel.
Oddviti, stjórnar fólk. Við afgreiddum fyrir skemmstu mála á svipuðum toga, þar sem óskaðu var til túni og beit og ég legg til að þetta fari í sama farveg. Takk, Knútur. Eru fleiri? Arnór, gerðu svo vel. Já, oddviti, hvað þetta mál varðar þá tek ég undir með Knúti, þetta getur farið í svipaðan farveg eins og fyrra mál, en það sem skiptir miklu máli í þessu tilfelli er að för almennings vatnsbakkann verði óheft og þegar við göngum til samninga við Halldóra þá sé það tryggt að farið sé að bara náttúruverndarlögum hvað það snertir og við getum ekkert lagt of litla áherslu á það skiptir miklu máli og að við gætum alls jafnræðis þar sem sveitarstjórnarmann er að ræða. Við verðum að geta bara sagt hlutina eins og eru og við verðum að gæta mjög vel að okkur við þessa samningagerð og ef að sveitarstjóra verður falið að ganga til samninga að þá farir við með þessa skoðun fundanins til þeirra samningagerðar. Takk. Takk, Arnór. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki. Þá er lagt til að eftirfarandi bókun að sveitarstjórn felur sveitarstjóra að ganga til samninga við Halldór Þorláks Sigurðsson í samræmi við áður gerða samninga en jafnframt verði tryggt í samningum að almenningi verði tryggður óheftur aðgangur að vatninu og spurning, já, og eins að þess verði gætt að jafnræðis verði gætt sérstaklega í þessu tilfelli þar sem sveitarstjórnarmann er að ræða og þeir sem geta samþykkt þessa bókun er sérlegast gefið merki og hún er samþykkt samhljóða. Takk. Þá kannski bara köllum við á Halldór. Og Halldór kemur aftur inn á fundin þegar klukkan er 13:28. 12. dagskrárliður í dag. Það er lagt fram erindi frá Vilhjálmi Sigurðssyni fyrir hönd Hótel Laxár frá 20. og 2. maí síðastliðinn vegna breytingatillögu á deiliskipulagi við Olnbogaás þar sem vísað var til sveitarstjórnar til stefnumörkunar frá skipulagsnefnd og orðið er laust ef einhver vill taka til máls. Jóna Björg, gjörðu svo vel. Já, oddviti, mér langar kannski bara að hnykkja á því að skipulagsnefnd frestaði afgreiðslu þessa erindis og óskaði eftir því að sveitarstjórn tæki fyrir stefnumörkun varðandi ferðaþjónustu og svona skipulagsmál í stóra samhengi. Þannig að ég líti ekki svo á að deiliskipulagi sé til afgreiðslu sveitarstjórnir í dag enda er það ennþá á borði skipulagsnefndar og bara kalla og kannski bara langar að lýsa því yfir hversu mikilvægt er að sveitarstjórn móti í samráði við íbúa og hagaðala bara heildar sýn það hvernig við ætlum að standa að ferðaþjónustu og atvinnulífi og mannlífi í sveitarfélaginu okkar. Takk, Jóna. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Nei. Eyþór, gjörðu svo vel. Oddviti, kannski byrja á því að segja hvað er gaman að koma hérna að funda í skólastofun þar sem ég lærði að lesa og skrifa en ég tek undir með Jónu varðandi þetta og ég held að við þurfum að fara í bara gott samtal við íbúa stefnumótun varðandi hóteluppbyggingu og fleira
í Mývatnssveit og allstaðar í sveitarfélaginu. Takk Þór. Er fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki. Þá vil ég bara taka undir orð þeirra sem hafa komið hér upp og þetta er gríðar mikilvægt mál sem við höfum nú oft rætt okkar á milli hér í sveitarstjórn og ég vil leggja til eftirfarandi bókun að sveitarstjórn þakkar erindið og hyggst fara í stefnumótun í málefnum atvinnu, samfélags- og ferðaþjónustu í sveitarfélaginu og framtíðar samspili mannlífs og náttúru í samhengi við yfirstandandi vinnu við gerð nýs aðalskipulags enda er þar mörkuð megin stefna sveitarfélagsins til framtíðar. Sveitarstjórn getur ekki afgreitt erindið enda er málið enn á dagskrá skipulagsnefndar og þeir sem geta samþykkt þessa bókun og það er samþykkt samhljóða. Takk fyrir það. 13. liður á dagskrá í dag, það er fundargerð skipulagsnefndar. Lögð fram til kynningar, fundargerð 12. fundar skipulagsnefndar. Fundargerðin er í 12 liðum og það eru liðir nr. 6, 8 og 11 sem þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar en aðrir liðir eru lagðir fram til kynningar. Og við förum það beint í 7. lið sem er það sem að skipulagsnefnd beinir því til sveitarstjórnar að skipulagsfulltrúa sé falið að kynna skipulagslýsingu vegna breytingar á aðalskipulagi Skútustaðahrepps 2011 til 2023 í samræmi við 30. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og leita umsagnar hana hjá Skipulagsstofnun varðandi beiðni frá Ólöfu Hallgrímsdóttur heimild til breytingar á aðalskipulagi Skútustaðahrepps vegna Voga 1 þar sem áformað er að frístundabyggð í aðalskipulagi verði skilgreind sem íbúðabyggð. Og orðið er laust. Knútur gjörðu svo vel. Og þetta fólk, þessi breytingar klárlega í takt við það sem að sveitarstjórn hefur rætt sem þarf að segja markmið okkar að auka framboð á lóðum fyrir íbúðarhúsnæði þannig að þetta er í sjálfu sér mjög ánægjulegt það sem kemur hins vegar inn og við munum koma inn á í þessu hér í erindunum og eftir og kannski er allt til að bara nefna það núna að skipulags, koma að segja, hlutverk er skipulagsmál fjalla manngerða umhverfi allt saman og okkar er að leggja línur og þetta fylgir klárlega þeirri línur sem við höfum lagt og erindi sem koma eftir og snúa að aftur að ferðaþjónustu og atvinnustefnu og öðru slíku þannig að það er kannski ekki rétt að tala þau alveg strax. Takk Knútur, eru fleiri sem vilja taka til máls? Arnór, gjörðu svo vel. Já, oddviti, ég fagna þessu erindi. Þetta er mjög jákvætt erindi og að landeigandi skuli óska eftir því að breyta frístundaskipulagi yfir í íbúðarskipulagi er feikilega jákvætt og ég vil eiginlega nota tækifærið og beina því til fleiri landeigenda sem eru með skipulögð frístundarsvæði á sínum landareignum að huga því að breyta þeim yfir í íbúðarhúsnæði. Okkur vantar húsnæði í sveitarfélaginu sem stendur. Það er fullt af tómu húsnæði í sveitarfélaginu sem stendur og við þurfum einhvern veginn að ná utan með þetta í samvinnu við íbúana og samvinnu við eigendur landnæðis í sveitarfélaginu. Takk. Takk Arnór. Tek undir það sem að þar kom fram. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki. Þá er lögð til eftirfarandi bókun að sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu skipulagsnefndar og felur skipulagsfulltrúa að kynna skipulagslýsingu vegna breytingar á aðalskipulagi Skútustaðahrepps 2011 til 2023 í samræmi við 30. grein skipulagslaga nr. 123/2010
og leita umsagnar hana hjá Skipulagsstofnun og þeir sem geta samþykkt þessa bókun gefið merki og það samþykkt samhljóða. Næsti liður sem til afgreiðslu sveitarstjórnar var liður númer 8. Liður 8 úr fundargerð skipulagsnefndar. Þar tekin fyrir tillaga frá Eiríki Vigni Pálssyni dagsett 15. maí 2023 breyting á deiliskipulagi verslunar og þjónustusvæðis á Olnbogaási. Tillagan heimilar fjölgun herbergja við Hótel Laxá úr 80 í 120 og staðsetningu 5 gistieininga innan byggingareits. Og orðið laust, einhver sem vill Knútur gera svo vel. Sveitarstjórnar fólk. Skipulagsnefnd vísaði þessu í fyrra erindi til sveitarstjórnar sem þarf að segja frestaði afgreiðslu erindisins og óskaði eftir stefnu sveitarstjórnar í málum gistirekstrar í Mývatnssveit. Og þar kannski liggur hundurinn svolítið grafinn. Það vantar, hvað maður segja, skipulagsmál snúan og svolítið að því að mótun fyrirkomulags byggðar og umhverfis og Mývatnssveit svona okkar perla og við þurfum að hugsa til þess hvernig við ætlum að nýta okkur hana. Og ég fullan skilning á þeim sem vilja reka atvinnurekstur og þeir vilji bæta sig og gera meira og gera betur. En það sem okkur kannski vantar svolítið bæði samtal við íbúa því það eru þeir sem eru þeir sem við vinnum fyrir. Við erum að reyna að búa til umhverfi sem að ræktar mannlíf og í því felst náttúrulega líka að sé hægt að stundu atvinnu. En partur af þeirri vöru sem Mývatnssveit til að selja meðal annars ásýnd og lítið snortið svæði. Þannig að við þurfum svolítið að huga þessu. Og í umræðu okkar undan þá leggjum við svolítið upp með það að við þurfum að auka aðkomu með einhvers konar forkynningu í aðalskipulagsvinnunni. Við þurfum að leita aðeins betur álits íbúa til að fá svolítið meiri fót í það sem við erum að gera. Takk fyrir. Takk Knútur, það eru fleiri sem vilja taka til máls. Jóna Björg, gerðu svo vel. Já, oddviti. Já, mér langar bara í þessu samhengi sem að við hófum þessu umræðu aðeins og undan með erindinu frá eiganda Hótel Laxár og svo kemur þetta aftur við síðasta lið skipulagsnefndarinnar sem til afgreiðslu og það kemur bara aftur þetta að við verðum að móta okkur stefnu hvernig við ætlum að hafa þetta samfélag og þarna eins og Knútur bent á ég tek undir með honum að við verðum að leita samráðs fleiri aðila og til þess að fá fleiri raddir inn í þetta og það þetta okkar helsta stefnumorkana plagg sveitarstjórnar og sveitarfélagsins aðalskipulagið og inn í það þurfum við að ná inn breiðri sátt það hvert við ætlum að stefna hvert við ætlum að fara og hvernig við ætlum að fara að því. Ætlum við að hafa hótel hringinn í kringum Mývatn eða ætlum við einhver staðar að doka við. Takk Jóna, fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki. Þetta já í rauninni risastórt mál hjá okkur og ég get ekki sé betur en að við þurfum að afgreiða þetta mál í rauninni eins og 12. lið á dagskráni í dag og það alveg ljóst að við þurfum að klára endurskoðun aðalskipulags sem að mun taka þá á þessum þáttum og í mínum huga þá þurfum við að tryggja þetta mikilvæga samspil mannlífs atvinnuvegana og þeirrar gríðar verðmætu náttúru sem við okkur treyst fyrir að umgangast af með varúð.
Þannig að ég legg til að við afgreiðum þennan lið með því að vísa í bókun 12. liðar hér á undan og þessi geta samþykkt það vinsamlega skefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Síðasti liður sem kemur frá skipulagsnefnd og til afgreiðslu sveitarstjórnar, það er 12. liður, 11. Það er 11. liður. Í fundargerð skipulagsnefndar kemur fram að þarf að tekið fyrir beiðni heimild til breytingar að aðalskipulagi Skútustaðahrepps 2011 til 2023. Þar sem áformað er að skilgreina svæði undir rekstur og þjónustu að Sandabroti í Mývatnssveit og þessu erindi vísar skipulagsnefnd til sveitarstjórnar með sama hætti og erindinu sem vorum að afgreiða. Það sem að óskað er eftir því að sveitarstjórn móti stefnu uppbyggingu hótel- og gistireksturs í Mývatnssveit. Afsakið, það er Knútur gerða svo vel, vill óskar eftir að fá að taka til máls og Jóna Björg síðan. Sveitarstjórnar fólk. Það eru þannig að ég hef fullan skilning á fólki sem er alltaf bara allir eitthvað til að búa til eitthvað. En okkur við sem förum með skipulagsmál þurfum að huga að rammanum svolítið. Og nú er það þannig að Mývatnssvæðið heyrir undir fjölmarga alþjóðasamninga og alls konar reglur. Og okkur eru þar meðal annars uppálagt í samráði við Umhverfisstofnun að gera ýmsar áætlanir varðandi vernd og eftirlitsáætlanir sem ég er hræddur að ekki hafi verið kannski sinnt sem skyldi, því við þurfum svolítið grunn, við þurfum að tryggja að þetta sé gert eins vel og við getum og þessum þurfum aðeins kannski að nota tækifæri núna í samhliða aðalskipulagsgerðinni að bæða að taka svolítið stöðuna á frávitum málum, ýmsum málum og akkurat þetta hlusta eftir íbúum hvernig þið vilji sjá sveitarfélagið þróast. Takk. Takk Knútur, Jóna Björg gerði svo vel. Já, Oddviti, ég langar bara að skýra aftur þetta með að skipulagsnefnd frestaði afgreiðslu á þessu erindi og óskaði eftir stefnumörkun sveitarstjórnar og sveita þá félagsins og bara þannig að máli er ennþá á borði skipulagsnefndar að svo stöddu. En að öðru leyti teki bara miklu leyti undir það sem Knútur sagði hér á undan. Takk fyrir. Takk, eru fleiri sem að vilja taka til máls? Svo er ekki, þá er lagt til að við sveitarstjórn afgreiði þetta erindi með því að vísa til afgreiðslu 12. liðar á dagskráni hér á undan og þeir sem geta samþykkt það, vinsamlega skefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Síðasti liður á dagskráni í dag er fundargerð umhverfisnefndar. Það er 8. fundur, lögð fram til kynningar, fundargerð 8. fundar umhverfisnefndar, fundargerðin er í 3 liðum og liður 1 þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar, aðrir liður eru lagðir fram til kynningar. Liður 1 sem þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar varðar starfshópum ágengar plöntur og það var nokkuð vinna tengd kortlagningu og uppbreytingu ágengra planta sem hefur farið fram í Þingeyjarsveita eldri og Skútustaðahreppi á sínu tíma. Náttúrustofa Norðurlands vann kortlagningu framandi ágengra plöntutegunda í Þingeyjarsveit árið 2019 og 2020 og skilaði þessi skýrslu í lok þeirra vinnu. Í Skútustaðahreppi var stofnaður starfshópur aðgerðir uppbreytingu og heftingu á útbreiðslu kerfils, lúpínu og njóla árið 2019. Sumrin 2020 og 2021 var aðeins sumarstarfsmaður á vegum Skútustaðahrepps til þess að vinna við kortlagningu og uppræta þessar ágengu plöntutegundir. Umhverfisnefnd sem sagt vísar því til
beinir því til sveitarstjórnar að endurvekja starfshóp uppbreytingu og heftingu ágengra plantna í sveitarfélaginu og að gerð verði langtíma áætlun málaflokkin. Orðið laust ef einhver vil taka til máls. Úlla, gjör svo vel. Takk fyrir það. Tek undir það að endurvekja þennan starfshóp. En ég ætla líka kannski að skjóta það inn í að kannski þarf líka bara fræðslu til almennings þessar plöntur. Takk fyrir það, Úlla. Ég tek heilshugar undir það og líka eins og við höfum kannski áður rætt að það væri bara gríðarlega skemmtilegt ef að við gætum fengið íbúa í lið með okkur. Þetta jú bara mál okkar allra og ekki kannski endilega bara sveitarstjórnar að vinna að þessu máli. Það skiptir okkur all máli að verjast þessum ágengu plöntum. Þannig að ég myndi fagna því mjög ef að íbúar myndi liðsinn okkur og vera tilbúin til þess að ganga til liðs við þá sem að muni fara í þetta verkefni. En annars var Ragnhildur að biðja orði, gerði svo vel. Já, takk Oddviti. Ég ætla að taka undir með Úllu. Þetta var reyndar mjög góður punktur að fá almenning með okkur í lið og kynna það svona fyrir hvað hægt að gera til þess að koma í veg fyrir útbreiðslu ágengra plantna. Ég held að sé bara rosalega mikilvægt að við förum í þessa vinnu skipulega og skilmerkilega og látum þetta bara svolítið ganga. Þannig að við náum að hefta kerfilinn og fleira. Takk fyrir það, Ragnhildur. Eru fleiri? Svo ekki. Þá lög til eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir að endurvekja starfshóp uppbreytingu og heftingu ágengra plantna og felur sveitarstjóra í samstarfi við umhverfisfulltrúa að leggja fram tillögu skipan hópsins fyrir næsta reglulega fund sveitarstjórnar. Þeir sem geta samþykkt vinsamlega gefið merki og það samþykkt samhljóða. Og þá dagskráin tæmd í dag og ég þakka fyrir góðan fund og slít fundi hér með.